Þessi þáttur í boði Bónus. Í Bónus mikið og gott úrval af vörum á frábæru verði. Starfsmenn hér í Bónus alltaf tilbúinir til að hjálpa, þannig ekki hika við að spyrja, eins og þessi frábæri starfsmæður hér. Bónus tekur COVID-19 mjög alvarlega og þetta nóga spritti fyrir alla. Ef eitthvað þetta gjöf fyrir félagann, þá mælum við með bónuskortinu. Það hentar vel að stoppa í Bónus áður en leggur á stað í ferðalagi. Ef þú ert að flýta þér og ert með fár vörur, þá mælum við eindregið með að fara á sjálfsvægslukassana sem í flestum bónusbúðum. Ég heiti Bjarni Björnsson og þú ert að hlusta á Tvo fella. Já, þeir eru rétt, þessi þáttur í boði Bónus og þetta þáttur 19 hjá Tveim fellum. Já, ég heiti Óli Þorbjörn Guðbrandsson og Einar Ingi hérna með mér. Já, og gesturinn í dag er Bjarni Björnsson. Velkomin. Takk fyrir að fá mig. Þú ert, hvað segir maður, kraftliftingamaður, segir maður það ekki? Nei, svo sem ekki. Ég er fitnesskeppandi. Ok. Er eitthvað munur á þessu? Já, náttúrulega allt önnur íþrótt. Kraftlifting er sem sagt svo kallar ólympískar liftingar, sem sagt hnébeygja, bekkpressa, clean and snatch og svona. Það sem ég er ekki búin að gera með grein fyrir almennilega. En fitness er sem sagt líkamsrækt sem þú sýnir upp á sviði. Sem sagt það var skipt í marga flokka, kvennaflokka, kallaflokka og til dæmis kallaflokkarnir til dæmis eru men's physique, classic physique, open bodybuilding, 212 og allt svoleiðis og ég tilengja mér fyrir men's physique. Já, ok. Ég veit voða lítið þetta, sko. Eins og ég er nú ekki mikill fitness maður sjálfur, þannig það er bara fínt að fá það hérna til að útskýra þess fyrir okkur. Þannig, hvað felst í því að vera svona fitness maður? Felst í þér bara mikill ægi. Þess að þetta er eina íþróttin í heiminu sem þú þarft að tilengja þér allan daginn. Þetta er 24 tíma sport. Þú ferð heim, þú þarft að elda fyrir næsta viku eða dag og ert að vikta allan daginn og ert sem sagt að passa hvað þú borðar, hvað þú drekkur, hvernig þú fer að sofa, hversu lengi þú sefur, svona æfingu. Þetta þarf alltaf að vera, þú veist. Það er oft talað um að mataræði 70% af þessu og liftingar og æfingar er kannski 30%. Já, hvað myndir þú segja þessi besti matur til að borða ef þú ætti að byggja massa? Til að byggja upp? Já, eins og fyrir okkur, við þurfum eiginlega að byggja upp í staðinn fyrir að Sko, það er voða hefðbundið eftir hverjum einum af því hver og einn er ekki eins. Þú veist, sem myndi segja bara kjúklingur og sætar en þú veist, það fekkast ekki voða illa í manaðir. Þú þarft að hafa fjölbreytni inn í þessu og þú þarft eiginlega að njóta og ná afslappa til þess að stækka. Þú þarft að slaka á að þú ert að tennis allar tíman og stressa þig þá gengur ekki neitt. En ef ég þurfti að velja ykkur eina mattegund þá væri það bara fitusneið nautastek. Já. Nautastek, ekki. Nautastek, já. En segðu okkur aðeins frá þér bara, fórst þú ekki í HÍ? Ég er í HÍ eins og er á öðru ári. Ég er að mennta mig sem íþróttafræðingur, heilsufræðingur og þjálfara. Þú ert að plana að þjálfa sérst eftir skólanum? Já, ég hef verið að þjálfa eins en bara svona upp á ganni með vinnu og svona. Já, hvar vinnur þá með þú veist fitness og skóla? Ég vinn ekki með skólan. Vinnur ekki? Ég bara tilengja mér fyrir skólan og æfingur. Já, snill. En hvernig er bara svona hefðbundin dagur hjá þér bara svona? Hefðbundin dagur? Já. Byrja á því bara kannski þú veist, núna er ég fríi þannig að voða lípo og COVID og allt svona. Já. Þannig að hefðbundin dagur væri bara að vakna og fá mig morgumat og svo bara að gera ákveðin húsverk og svo borða aftur og fara á æfingu og þú veist, það er alltaf hver og einn staður skipulaður bara og ég fylgi plani, þú veist, hvenær ég á að borða, þjálfurinn mér ræður bara öllu hvað ég geri og svo bara kem ég heim, borða aftur og aftur og þetta er svolítið bara svona groundhog, þú veist, þetta er alltaf saman rútína. Hvað borðar áttum dag? 5-6. Já, og hvað er marga æfingar þetta? Ein, alltaf. En í keppnistímabili eru 2 æfingar 5 sinnum í viku. Já. Og svo þegar það nær dregur þá verður kannski oftar. Þannig að þetta er allt voða hvernig ferlið er. Kannski byrja ég á 3 morgunæfingum í viku og 5 liftingar. Já. Þú veist, ég vanalega að vel lifta kannski 5-6 í viku en núna er ég vel að lifta 5 sinnum í viku
og hvíli í 2 daga en þess að hvíldadaga þá ég að taka svo kallega active resti þannig ég ekki bara heima mér, þú veist, ég fer kannski út að labba eða fer bara og teka létt kardió og maga og kálfa. Myndirðu segja kardió sé mjög mikilvægt með lyftingum? Allan daginn, þú verður að halda við hjartanu. Já. Þú veist, kardiovaskular systemið þitt. Þú veist, þú getur ekki haldið áfram, þú veist, ef þú ert að byggja og verður svo mikið álag og ert ekki neitt þol eða neitt, þú veist, þá fer bara allt í klessu. Já. Hvað veist þér svona, þú náttúrulega eyðir miklum tíma í gyminu eða rektarstöðinni, hvað veist þér svona skemmtilegast æfingin? Æfingin eða æfingadagurinn? Æfingadagurinn? Bara bæði, bara. Svona skemmtilegast tækið? Sko, ég myndi segja axlir. Já. Ég detta alltaf í einhvern rosa gýr fyrir axlir. Þú veist, ég bara fyrir svona ham og ég bara svona zóna út. Já. Þú veist, ég sem sagt byrjaði að æfa fyrir fitness var því ég var í rosa mikið þunglindi. Þú veist, ég var á þessu töflum og svo bara hætti öllum og fór bara að fókusera á það að rækta sjálfa mig í líkamsrækt. Þannig að þú veist, ég þurfti ekki á neinum töflum lengur að halda því ég náði að þróa svo mikið sjálfsaga og bara gerði andlegu heilsunum miklu betri bara með að æfa og lyfta. Þú veist, ég fekk bara svona útrás. Já. Þannig að notaðir hvað segir maður ræktina bara og bara að þjálfa líkamann bara til þess að vinna úr þessu. Já, algjörlega sko. Já. Þú veist, þetta bara svona hugarþjálfun. Já. Þetta bara minn tími á deginn þar sem ég svona bara fæði mínu útrás og slappaði vel. Þetta svona, kannski svona, maður getur kallað þetta kannski getur líkt þessu við kannski svona hugleysli kannski. Já, algjörlega sko. Svona ró basically. Algjörlega. Já. Og þú hvenær byrjaði á þessu að fara ræktina? Að fara ræktina? Já. Bara fór því mann eftir mér sko. Já, ok. Ég fór alltaf með mamma mín var alltaf að fara þegar ég var lítill og ég var alltaf að stelast með henn og fara að hlaupabretti og svona og þú veist, þótt maður ekki að gera þetta, maður bara að horfa en ég er alltaf að fá að byrja í ræktinni bara leiði í mátti. Já. Ég man ekki hvort þessi 8. eða 9. bekkur. Það breytti allir í, hvað var 13 ára núna? Já, 13. Ok, það var held ég 15 ára þegar ég var Já, það var eldri sko. En það er ekki eitthvað talað að eitthvað maður ekki að byrja á snemma eitthvað, er ekki eitthvað Sko, það er talað það út á vaxtalínunni en það er misjafnar þú veist, skoðanir á því. Þú getur sem sagt skatta vaxtalínuna þína ef þú ert að gera eitthvað vitlaust. En barn ætti alltaf að geta hreyft sig. Þú veist að það bara læra rétt. Sem sagt ég byrjaði fyrir 9 árum og ég hef ekki hætt síðan. Þú veist, það hefur bara verið stanslaust hverja einstu viku í 9 ár. Þú veist, ég bara varð ástökin að þessu. Ég var alltaf samt sko að lyfta fyrir íþróttin sem sagt körfubolta. Var lengi í körfubolta og síðan einhvern veginn svona transferði yfir í líkamsrækt og var bara alveg dolfallin yfir því. Það bara alveg tók mig og keypti fyrsta mótinu mín 2017, lenti í 5. seti og ég gleymi aldrei hvernig mér leið eftir að lendi í 5. seti en ég var ekki reiður í dómarinn hennar neitt, þú veist, ég vissi að ég eftir ekki að vinna og bara, ég sagði bara ég kem bara næsta ári aftur miklu betri og ég ætla bara að rústa og ég kom og vann allt sem var hægt að vinna. Þú veist, það var því ég setti bara svona hugarástandi. Já. Þú veist, ég var bara heldtekinn. Setti bara markmið og bara heldur því. Og skrifar alveg niður og allt svolítið? Já, stundum en ekki oft. Ég mætti gera það oftar. Já. En hvenær ákvæmstu bara að þú ætlar að gera þetta bara full time? Bara alveg bara að þú gerir þetta vel og svona full time? 2016. Þá ákvæði ég bara svona prófa þetta og síðan bara var þetta bara svona, það rúlaði bara. Já. En þegar þú ert í ræktinni eins og ég eina fyrir stundin í ræktina ertu þá að hlusta á tónlist, ertu að hlusta á podcast? Alltaf tónlist. Alltaf tónlist? Stundum samt dett ég inn á svona bara motivation ræður. Já. Og það kom mér alveg megagýr en það fer alltaf eftir svona bara mood sko. Hvernig tónlist ertu að hlusta? Það er nefnilega málið, það er alltaf eftir bara mood. Já, alltaf bara öðru. Stundum er ég bara hlusta rock, stundum rap, stundum bara rólega tónlist og þú veist, stundum ofta samt í svona gamlari eldra rap. Já. Þú veist, Tupac og veist, það gefur mér alveg bara en síðan eru margir rappar eins og The Game, Nipsey Hussle þú veist, þetta er bara allt þú veist, það gefur mér allt í gýr. Já. Og svo er líka málið, þú veist, að þú ákveður dagur er erfiður, þá verður hann erfiður en ákveður hann sem léttur og góður, þá verður hann góður. Þú veist,
það er alltaf að tala um það að 99% af það sem í slæma sem gerist er í hugunum þín en bara 1% hefur áhrif á þig. Þú ákveður, þú veist, ef 1% gerist við þig, það er 99% að þú ákveður hversu vont það er. Hvernig þú tekur það inn á þig. Já. En við sjáum Instagraminu stundum, við erum sérst búin að fylgjast með Instagraminu núna fyrst við vorum að fá viðtal og við sjáum að þú taka Gladiator Fit og Performance Perform, vá ég er alveg Gladiator Fit er sem sagt þjálfaraliðið mitt. Það er staflað góðu menntum þjálfurum og þið bara hafa gert draumaverk með mér og við ætlum sem sagt að fara negla mót núna í lok nóvember en COVID kom og það fór eins og það fór, það verður ekkert mót og Performance er þess að fæðibúta sponsorinn minn Svoleiðis. og þú veist, þeir gera allt sem við þarf og þeir eru bara A-klassa mennur með stuðningu upp á eitt. Það er bara geggjað. Já, en þú varst að tala um hérna þú hlustaðir á hvað heitir það hérna, svona motivation, svona ræður. Hver er eiginlega að halda þær? Hver er með þessar ræður? Nei, ég fer alltaf YouTube. Bara YouTube? Já, þetta er sem sagt Machiavelli Motivation heitir síðan og svo er eitthvað fleiri sem ég man ekki alveg eftir en þar eru sem sagt til dæmis eldri bodybuilderar og sumir bara influencerar Will Smith, Dwayne Johnson og eru kannski bara að tala og veist, þið veist þetta erfitt núna en þú sjáu hvað það verður eftir á þú veist, ef þú leggur inn þessa vinnu og tekur þetta út þannig að þú veist, og síðan er eins og menn eins og Ronnie Coleman sem tala allt aga og Lee Priest, Dorian Yates sem hann var kallar The Shadow hann bjó í Breitlandi ef ég mann rétt og hann var svona the up and comer og bara rústaði öllu 6 ári röð þess að heimsmeistarmótinu hann var alltaf kallað The Shadow þegar vissi enginn hann var bara einhvers staðar í Breitlandi auglýsingin eitt var alltaf í peysu sá enginn hvernig hann leit út og bara svo kom hann upp á svið og vann allt. Já, bara svoleiðis. Men þú veistu hver hann heitir ykkur Gorkins eða eitthvað, ég man ekki sem er svona motivation dæmi það var eitthvað ég er ekki 100% en það getur alveg verið sko. Ja, bara, ég hlustaði sá hann mjög svona motivational já, ég hef aldrei pröfað þetta maður er að pröfa þetta eitthvað ég mynd hlusta á þetta þegar að læra og bara allt sko. Já, sniðut og líka að fá svona póster að ekki svona já. Bara heng inn þeirra hann að köttir það er alltaf næst í bæ það er svona, já, ok já, en þú hérna þú ert fulltime í þessu og hérna og þú ert með styrkja ekki, ert ekki með hérna Jú, ég semst vinn með Gladiator og Perform og Nings já. Nings hjálpa mér, þú veist hvað maður þarf að borða og svona og þú veist, er að preppa með mér og þú veist, eins og sagðan Perform með fæðubóðefnin og Gladiator með þjálfununa mælingar og allt svona já. En hvernig virka eiginlega svona keppnir? Ég hef aldrei séð svona keppni Sko, allar keppninar allir flokkar virka voða eins þú ert fengin upp morgunin í pre-judging og þar er allir svona borðnir saman og það er svona að gera dómarinn sem svona ok, þetta er svona og taka svona skrifum alltaf bara niður og gefa einhvern og þú vilt fá sem fæst stig þess að það er kannski 5 dómarar og ert með 5 stig þá ertu bara á tóknum og síðan kemur aftur kvöldið og það er ennþá verið að dæma og síðan kom úrslit og þá náttúrulega, þú veist hver er dómari gefur kannski 1 stig og 2 stig og þú kannski komið 7 stig og þú kannski öðru 3. sæti en sem getur náttúrulega verið bara rosa jaft þannig að, þú veist, 6 kannski 8 stig væri kannski bara 1. annað sæti þú veist, ef allir væri óða þú veist, að því þá eru allir dómarannir sem þetta þessi gefur 1, þessi 2, þessi 3 þessi annar 1 þú veist, það er hann bara að merkja hvað sæti hann myndi sitta í og svo er bara tekin heildartalan og gefið út í sæti og síðan er, þú veist, sá sem vinnur sinn flokk þú veist, það er alltaf keppt í hæðaflokkum, úlingarflokkum, masterflokkum og svona master, þú veist, hvort það sé 36 plus eða 40 plus og úlingarflokkurinn er á 23 í sumum samböndum og sumum samböndum er að vera upp í 19 ára og sem sagt, og síðan er
keppt eins og ég segi hæðaflokkum. Það er kannski mínus 78, pluss 78, mínus 72 og bara fleiri flokkir og allir þeir sem vinna þann flokk sinn hæðaflokk keppa síðan á móti hvort öðrum fyrir overall titil. Þannig að þá er ekkert height restriction. Já, skil. Já. Þetta er mjög gaman. Eru áhörendur eða? Já, full salur. Og hver er þetta haldið eiginlega? Það var misjætt sko. Þú veist, IFBB-mótin hafi verið að halda mótið sín núna í Hof á Akureyri og NPC-mótin, sem er Iceland Open, sem er svona stærsta mótið núna, það er alþjóðlegt mót, allir út af heiminn að koma. Það hefur verið í Laugardalshöllinni og núna í ára það hefur verið í Hörpunni. En COVID kom og það er ekkert úr því. Nei. Já, en til að þú veist þú ert að keppa á einhvað, þá myndir að segja að svefn sé mjög mikið yfir það ekki? Svefnin er bara mikilvægast sko. Já. Því að ef líkaminn er slakur og góður og bara hvíldur, þá gera slutinir. Þá brennur fituð og byggjar böðva og bara getur gert mér. Hvað reynir bara að sofa 8 til eitthvað? Ég vildi óska þess ég verið að fara svona snemma að sofa, en ég er alltaf fór nóttinni sko. Ja, þetta er ekki svona sem fyrir að sofa kl. 7 og hann kl. 3 og byrja svo bara í rektinni kl. 4. Nei, en þegar ég var að vinna vakta minnum en ég var að vinna í íþróttu svona Egilsstöðum, þá var ég einmitt í undirbúningi fyrir bikarmótið 2018. Þá var ég kannski að opna húsið kl. 6:30, þannig ég var stundum mættur í morgunbæðslu kl. 4 á nóttina og bara brenna hann til að opna. Já. Og svo kom ég heim, lagði mig kannski eftir vinnu, var að vinna kannski 3-4, fór heim, lagði mig og fór sér aftur að æfa. Og veist, þetta var bara svona, þú lagðir inn þessa fórn til þess að koma að þessu formi. Já. En hvernig er að vera bara svona sterkur? Það er bara gaman. Það er bara gaman. Og stundum ef maður var svona, af hverju get ekki bara verið eitthvað vesalingur sko, allir að beða að halda á okkur og flytja með sér sko. Það er veist, af hverju er maður ekki bara heima bara. Já. Það er ekkert svona, ég veit ég er ekkert svona sterkur, en er ekki eitthvað vesen, klæða sig og eitthvað svona? Klæðnaðin er bara mestavesinni. Það? Já, það. Ég keypti mér til dæmis 2 skyrtur í desember, janúar og ég passa ekki í það sko. Ég veist það er ekki séns. Ég og kærastum vorum bara komast í enna og hún bara alveg á fullu bara nærtum og saman sko. Og þú veist það er ekki svo ég hafi feitnað eða eitthvað hannig Já, bara stækka. Bara baki og axlina verða svo mikla að tógar allt út. En ég er svona spá sko, því svona lítið af eitthvað svona humongous stúta skilur þú veist hvað Mangstund. okay. Stóra sterka menn, ég þau svona ef ég verið sterkur svona ef ég hætti allt í nú að æfa bara svona alveg hætti að æfa hvað gerist í líkamanum minn og ég held áfram að borða eins bara það myndi svo sem ekkert gerast líkamanum myndi bara hvíla sig og það veri kannski ekkert pumpaður þú ert ekki með jafn mikið blóðflæði í gangi, þú ert alltaf að pumpa og lifta, svo sem bara dæmi þannig að þú lúkkar alltaf meira breiðari þú myndi kannski líða eins og verið minni að þú ert ekki að pumpa lengur og síðan leið að fyrir að æfa aftur þetta kannski 2 vikur, 3 vikur þá bara blæst út þá bara, þú veist, þá kallast þetta muscle memory nú veist, eftir 2018 mótið mitt þá ákveði ég kíkja smá í körfubolta eitthvað viku eftir mótið og ég var bara besta formi hlýsmis og ég ákveði að senda boltan en öxli mín poppar og þá sem sagt rústaði á mér A-síðliðin við öxlinni hann tengi sem sagt viðbeinið og deltutinn ef ég mann rétt og sem sagt og ég var frá í 7 mánuði þannig ég fóð frá besta formi hlýsmis í versta formi hlýsmis og leiði náttúrulega skelvilega því líkur andlegur rússibanni sko en leiði fór að æfa aftur og þá bætti ég einhverjum 10 kílóum bara Já. Þannig að þetta er allt voða fólk heldur að allt gerist í einni viku þú veist bara eins og þú byrjar á dæti fólk þarf að muna að þetta tekur tíma þetta er mikil fórn, þetta er mikil vinna annars væri allir að þessu En hvað er svona það sem dregur því í ræktina? Þú veist, er eitthvað svona, þú veist, þú bara svona ég nenni þessu ekki í dag, bara þú veist, hvað er sem myndi Kefni En það? Já, ég elska kefni ég fokkin dýrka, þú veist, ég sé eitthvað aðra gæði sem er kannski hans betri en ég og það er bara, ég ætla að vera betri þú eftir viku þú veist, ég bara keppnisskapið ég er með alltaf mikið keppnisskap sko en þú veist, það er það sem dreifum áfram sko. Þú veist, sem barn var ég alveg læri einhelti, líkanartileg einhelti fyrir það að vera í lélegu formi og svona
Já. Þannig ég ákvað bara að byrja bara, fuck it, það var miklu betri en því öll og síðan bara held þetta svolítið svona áfram þú veist án þess að vera að koma einhvern hróka eitthvað svona þú veist, ef ég legg ekki vinnuna þá er einhver annar að fara að leggja vinnuna þó þú sé út í heimi eða hvað sem sko. Það er alltaf einhver annar sem er tilbúin að gera meira en þú Já. þannig að og fá þann draum sem þú vilt Þannig þetta er þinn draumur? Minn draumur er basically ég ekki sagt að vinna einn þannig að en það er að verða fyrsti atvinnumæðurinn í fitness sem sagt kalla á Íslandi það hafa verið fjórar atvinnumenn á landinu en það er allt konur það er enginn kallmaður orðið atvinnumæður í fitnessi Nú, akkur heldur það sé? Bara keppnin er svo mikil Já. og íslenska konur eru rosalegir í fitnessi What? Já, hefur ekki séð það? Ég- Voru þeir ekki Það- aðrið það með nokkar eða? þær eru nefnilega sko margagnar var fyrst síðan kom Ásrún og síðan kom Hrönn Já. svo man ég ekki hvað fjórða heiti hún bara gerðist núna 2019 Já. þannig svo vann ég mót hérna heima og gerðist atvinnumæður en það hefur bara þú veist, bara samkjærnin er svo gríðarleg úti Já. Ég aldrei giska á það maður, að þeir séu með þetta allt íslensku kúlunar Það er bara vel Það gert, er svakalegt sko, það er alveg það er merkilegt fyrst mér já, þetta er bara já Það hljóma vel þessi draumur, vonandi rætist hann Já, Já, það er bara að skrifa markmið skrifa markmið Leggur það inn í. Ekki bara búin að því Jú En þú veist, það sem ég var að spá samt meira svona þú veist, myndi maður ekki bara þú veist, getur maður farið úr því að vera svona jafn massar og þú og bara aftur bara venlegur skilju er það hægt, er ekki eitthvað svona loose skin og allt eitthvað svoleiðis eða, þú veist þú þurftir að vera alveg rosalega stór til að fá okkur lúskinn það? sko. Það er bara þeirra sveitna ógæslega mikið eða? Bara alltaf kardi og bara ekkert lift og bara ef þú verður alltaf bara í karti og myndir bara brenna allavega vöðvan Já. þannig að ef þú vildir ellur þá verður það kannski leiðin brenna bara allavega vöðvan í byrtu Bara verið í úlpa og löfu brettum bara sveitna bara Já, en þú veist mér finnst ég per se eðlilegur mér finnst ég ekki svona stór sko. Nei. og þannig að þú veist þetta er allt, þú veist, hvernig það horfir á þú veist, það er aldrei nóg þú veist, þetta er svo kvöldið, þú veist, eins og bigorexia og eitthvað svona þú veist, þetta er leikur rosalega hausinu, þú veist ég var, 2 vikur í mótmanni og ég horfði að sjálfa mig, ég var bara fuck, ég er ógeðslega feitur þú veist, ég var 85-87 kíló og kannski 3% fita og 3% mér fannst ég bara ógeðslega feitur sko. þá Hvað er ég er- ókslega fyrir Veistu hvað er mörg fita núna? Mörg Mörg prósent fita núna sko, ég var milli 10 og 12 núna, þú veist, ég er 100 kíló þú veist, og það er bara svona allt í lagi bara fyrir svona off-season svo kallað Já. það sem maður er ekki í keppnistímabili það, já Þannig, þeir viltu ekki vera mjög stór, segir ekki eins og Ekki mangi sko Fyrir þig kannski Já, gauir Þetta er, já, mér finnst að þetta er alveg hversu stór viltu að vera? sko, ég vil ekki beint vera per se stór, heldur að það er bara svona ákveðið lúk sem ég hef í hausnum að mér þú veist, ég get ekki útskýrta fyrir ykkur en það er bara svona þangar til ég næði því þá er það ekki nú Já. En tölum með þessu liftingar hvað svona tekur í back cirka? einu sinni eða hvað Bara segju, já Bara max, einu sinni. maxið bara 150 kíló Hvað er alltaf backpressa? Ég er svo mikil núbí, sko Bara- Já, auðvitað ef ég er 150 kíló Þess að við getum bara tekið 40 Þú getur basically tekið okkur báða og smá meira Já, Andri sko, ég er ekkert fucking nýður Já, þetta grínast Það er brjálað Já, það er ekki líka eins og ég segi, við stíð búin að vera að lyfta núna í rúmlega 9 ár þú veist, það er bara að gerast meira Þetta er með eitthvað markmið svona, sem við vilt taka í back svona, sem við vilt geta náð já, reyndar, þú Hvað? veist, bara eða, þú veist, ég pæla ekkert í þyngdum en ég seti svona að ganni mínu ykkur tíma þyngdir Já, það sem væri gaman að ná, það væri 160 back 200 kíló í hnéböyu og 250 kíló í réttstöðliftu já. það er bara svona, þú veist, ekki það ég sé að reyna að vinna að þeim markmiðum en þetta er svona tölu sem væri gaman að hitta Þetta er bara svona auka já, þú veist, þetta er bara svona, þú veist, þetta er kannski 5. markmið, þú veist Já, Og fyrir það sem er að hlusta
og mig, sorglega hvað er rétt stöðu lift? Er ekki deadlift eða? Jú, deadlift Ok Þú veist basically bara Já, deadlift, já tekur í stöng og liftir henni Já, deadlift, frá já jörðu. Ok, ég skil 250 í því? Já. Já, hvað er það í pundum? Er það, ég er ekki alveg viss hvað það er Búum á Íslandi Það er ekki svona 400 og eitthvað svolítið Nei, kringum 500-600 held ég Já, ok Já, það fer svona, er ekki maxi eitthvað svona 1000 eitthvað svolítið pund held ég held að, ég sé allan 800 og 900 á netinu Nei, það var einn maður daginn að reyna að taka 800 pundar backpressu Já, sæll Já, Hann einmitt er svaðalegur sko Hann keppið bara í backpressu Já, og síðan eins og Hafþór Július hann setti náttúrulega daginn heimsmyndið ah. 501 kíló í restöðulöftu og það er kannski hvað, eitthvað 1200 pund Svo ég veit sko ég veit ekki, kann ekki að pundin sko Nei, já, það er svona eitthvað cirka Það er brjálað maður En við höfum spurningu sko við erum svona að reyna að kannski bæta okkur kíló og við erum ekki það þungir Hvað myndirðu þú veist gefa ráð til þeir sem eru að reyna að byggja sig upp eða eitthvað að svoleiðis? leita til þjálfara Leita til þjálfara? Enga þjálfara þá bara? það er bara besta sem þú getur gert sko. Og gefur hann þig mataplan og eitthvað drasl? Mataplan er náttúrulega búin 1, 2 og 3 Já og síðan er það að lifta rétt og lifta við þinn líkama þú veist, og vera fókusar á þú veist það er alltaf kallað muscle mind connection þess að það að þú verður að finna þú veist bara hvernig hann hreyfist Já þú veist, þú verður að læra á allan líkamann til þess að geta byggt líkamann og þú veist, og þetta er bara eins og með bíl þú myndir ekki setja dísilolju á bensínbíl og vera að hugsa hvað þú setur í líkamanninn þannig að þú myndir bara geta klining allan daginn það verður bara kliningur Nice Það er eitthvað flott Sko, ég er svo lélur í mataræði sko. Það væri bara Það væri svo erfitt fyrir mér sko. en það þarf ekki að vera erfitt þú veist, það eru þjálfari eins og Gunnar Stefán sem bara geggjaði þjálfari en vel menntaður og hann er með fókusar svolítið á það og getur borðað bara hvað sem er Já þú veist, bara hvað sem þú vilt Bara 80 klínur ekki dag og bara... ekki alveg en til dæmis þú veist eins og hlaup ef að liti illa á kannski almenningi hlaup er bara hrein kólvetni bara hraðvirk kólvetni það er margir sem borða bara hlaup á æfingu fyrir æfingu En lakrís, er það gott? Lakrís hækkar blóðþrýstingin og lakrís er bara mest í viðbjöðu sem veit sko Sammála Lakrís er það best í heim Einar, þú er bara skrýtin Þetta er bara í Íslandi, það borðar engin þjóðanir lakrís sko Nei Því fór út, það var ekki hægt að finna lakrís í búðum neinstaðar sko Ég bara, hvað, þú veist sem er langað að segja lakrís, ég var bara að koma Er það sigur, er það bara alltaf lægi? Sigur er alltaf lægi, þú veist það er alltaf að tala um það að sigur sé bara alltaf dóp en semst fiti í matværi meira þú veist, bara hörð fita er miklu meira dóp þú veist, það er miklu erfið að hætta að borða bacon og feita mat heldur en sigur það getur allir hætta að borða sigur þú veist, það er bara, þú veist, hvernig þú lítur á þetta sigur er bara kólvetni en síðan er, þú veist fitan er skipt kannski í þú veist, fljótandi fitu þú veist, öll hollfita er alltaf að tala um hún sé fljótandi við stofuhita en ef hún harnar hún óll eins og utan á kjöti og svona Já, svolítið Já, ég er svona kannski er bara mín er kannski bræðlaugur að ég eftir að þroskast meira en ég held að ég sé meira svona erfitt með að hætta að borða sykurinn sko Já, þú veist, það geta alveg verið Já, svona persónubundi kannski en þú veist, það er líka bara þegar svo létt að komast í sykurinn Já, einmitt, já, reyndar Já, kannski það er í öllu það er í öllu sko en þú mátt ekki vera hræddur við þú mátt ekki búið til lélegt samband við mat það er bara lykilatriði þú veist fitness er ekki holdt og ég elski það þú veist, þar er stærlega pínaði þú veist, bara fisk ég borða ekki nema fisk í 4 mánuði fyrir síðasta mót bara fisk, sætar og aspas Já, sæll Bara það? Já, ekki hvítur og egg og möndlur Veitu, má það bara, þú veist hvað Ég meni, ég var alveg vel skorinn og vann þannig að don't fix it if it ain't broke Var það bara allt í lagi fyrir þig? Leðir allt í Mér lagi? leiði verð sko þangað til bara hérna í lokin þá var það svolítið fokkaðar á því kannski byrjaði að sopna sitjandi og bara þú veist það var mikið orka Já orkan sem vantar
Já, en hvað er það að segja, já ég hef oft heyrt direktin, það máttu aldrei gera þú veist, sama plani aftur og aftur bara endalaust þú ert alltaf að breyta það ekki það er ekki alltaf eitthvað alltaf gott að hafa tilbreytingu já, þessi skipta mánar takja vegna fresti er það bara að tala að lifta kannski þingra eða léttara eða þú veist eitthvað svona koma svolítið svona sjokk í líkamann já, bara ekki einhver þú veist að því líkamann á eftir að venjast öllu já þú veist bara eins og að venjast er að labba þú fær ekki haspur út að labba hlaupa endalaust þá ertu núkslega þreyttur alltaf eftir ekki vannar að hlaupa endalaust en þú verður hlaupari þá verður bara góður á því að það er alltaf hlaupandi en það er því að hann líka sér líkamann sinn að því leitið hann borða meiri kolvetni kolvetni er náttúrulega bara bensín eða ekki jú, basically það er bara orkugjafi já það finnst þið eins og þú sagði hann með beikoni já ég borði ekki beikon ok veistu hvað fann mikið heit núna ég er ekki podcast það er svo vond sko þetta er vond sorry ég veist það bara shit Björn með sláðinu nei ekki þú vinnur okkar hann verður bara ánæður því veist ef það er beikon í matinn þá getur hann bara fengið mitt beikon sko hann verður bara ánæður sko það er plus já og ég fæ hlaupið hans og hann bara ok hann verður bara skrýtningur einn en þú fæ beikon og lakrís nei þú ert alveg skrýtning nei já með lakrís já en já það make all sense ef það væri svona ef það væri kjöt í svona pökkum skilur við þú getur bara keifta og bara borða kjöt bara elda kjöt og allt svona þá skilur ég það myndi alveg make all sense skilur að það vera bara ódýrt líka þú veist það er svona hvað er það jerky beef jerky það er svo oft bara svo löðrandi í einhverju öðru til að ná upp bræði það er til dæmis eins og ég segja á hann sigur alltaf lægi en að ákveðnum leiti þú veist að djúsa í því bara hellinga sigri við daginn þá myndi að gera þess að sama myndi bara geta ómikið á kolvetnum það brauði þú myndi bara finna já ok ég bara hvað gerist það bara springur þú veist það myndi bara tókn út en þú veist það er allt þú getur gert allt að góðu leiti þú veist það þarf bara að vera ægi já skil hvað með svona það er alltaf að tala um eitthvað grammeti og ekki borða grammeti jú grammeti er alveg must fyrir til þess meldinguna og trefjana og svo þarf það bara þú veist þetta er bara basically bara til að hjálpa þér þú veist þú ert ekki að fá miklu næringu eða kalorir úr því en þú veist þetta er bara fyrir magaðin og bara vel líðan vítamin og kalsjum og allt hefur þú aldrei fastað? Nei, ég trú ekki á fastun ekki? Nei það er ekki gott til að núlstilla líka mann nei, þú veist minnst fólk bara vera að fara í eitthvað svona öfga fastanir og síðan er það bara marga daga að ná sér eftir á þú veist bara aðeins byrja að borða aðeins þú veist bara ég má fá hálfamáltíð í dag það veist af hverju ekki bara búið til holdt samband við mat og ná markmiðunum á saman tíma já þú veist þú þarf bara að læra að reikna þú veist næringafræði er bara starffræði þetta er ógeðslega allt þú veist 1 gram af prótein eru 4 kalorir 1 gram af kolvetni eru 4 kalorir og 1 gram af fitur hvað 9 kalorir þannig að þú veist þetta spilar allt saman vikta þú alltaf matinn eða svona já, þegar ég er í svona bara tímabili já en þú veist eins og núna þá er ég voðslagur og þau bara þú veist ég fæði bara sem ég vill og fæði mér eins og ég vil já þú talar um kalorir hversu mikið er maður að fá sér að kalorir það er alltaf reikna eftir persónum markmiðum okay. og líka stundum eins og dag er þú veist ég er kannski á 3600 og er kannski að reyna að léttast þá meðan kannski annar verður 3600 verður að þingjast síðan eru menni svo Háþór Júli sem borða kannski 15.000 kalorir já hvað þarf giflabóki já ég fór í svona ferðalag og allir mikið á svona gifla diet sko ég held að pókið sér 500 kalorir nei hann er ekki það hann er 1000 kalorir 960 það er líka ég get ekki klára giflabóka ég er búin að segja ég get ekki klára síðast nú sko máli í sér ferð þá borðaði ég 5 bóka 5 bóka já og ég þyngdist á einu degi hann kom tilbaka bara ok, ég fara á viktina þetta voru 2 vikur nei það voru svona það voru 8 dagar eitthvað neða minna, kannski var það bara vika það var bara 4 dagar og bara 5 bóka já, en ég þyngdist 3 kíló 3 kíló, að giflum
Það er 23 3 kíló giflum. En ég get borðað gifla sko. Já, það er taktikinn bara. Já, það er mín secret weapon Og ég bara, það var ógeð Það er fínt maður. Já, Ef ekki henda okkur í fæla að spyrja það. jú, Það er ekki bara fínt. ég líst til á það Það er spurningarna á Instagram sem við fengum fyrir. Já, ok. Það er alltaf skemmtilegt. Já, Já, þú mátt lesa, ég les alltaf. Hvað, þú veist? ok, allt í lagi Hvað getur þú gert margar muscle-ups? Enga. Enga? Ég kann ekki muscle-up sko. Ekki? Ég gerir bara upphengar. þetta ekki- Ég reyni ekki að taka muscle-up sko. Er þetta ekki bara taktík samt? Þú veist, þetta er Þetta ekki er bara tækni sko. Þetta er bara tækni sko. Og Já. liðleiki. Já. Þú veist, ekki það ég veit eitthvað mikið um muscle-up sko, en það er ekki sjans ég geti gert muscle-up held ég sko. Þegar þú segir liðleiki, tegir ofta þetta ræfingar. Þú veist, fyrst Ég reyni alltaf að gera, en Þessi stundum teygir ef maður mikið. svolítið að hlaupa út, þú veist, maður er kannski að fara að Já, gera bara eitthvað, drífa sig, já. en tegja er alveg mest sko, Já. til að fá bara fallegri vöðva og bara líða betur. Já, ok það er svona, já, ok Það er svona, já, ok Svona vöðvar, Já, fallegir. ok. Þú veist, til dæmis, kannski eftir æfingu og fyrir æfingu að liggja á svona náladínu Já. og bara svona dína með nálum í, ekki alveg eins medieval svona, þú ert að hugsa kannski, Já, ég pröfa að lýsa en hún er flugbeitt sko, og þú veist, það bara liggur á ekki klukkutíma og það bara blóðflæðið er allt annað, Já. þú veist, bara líður skil. betur og hjálpa þér bara. Ok, hérna Ef þú setur miða á baki nærðum sjálfur að Nei, ég get það ekki. Getur það ekki? Strákarnir í vinnunum var alltaf að gera það með þegar ég vann á sambílu og vorum alltaf með svona gula nót þegar við varum í búðina Já. og svo setti það alltaf á mig og það var bara ekki sjens sko. Það var bara ekki fræðilegur. Það er aldrei, já Það er ekki fræðilegur sjens sko. Þannig að eitthvað setur eitthvað á baki, þú bara, það er ekki Ég séns læta bara vera sko. Það var svona kick me og þú bara nefnir ekki Já. Og ég held að einhver sendi hérna Ég er ekki alveg viss hvað það þýðir Okay. En það sendur natti Hvað kallar það því? Náttúrulegur sem sagt. Já, það er Já. bara N-A-T-T auðsólni Það er ekki án einhver efna Það er bara án bara ólögra Já, substansa svoleiðis er það. Já, það er á spurningum er ekki en já, ég stundi ekki ólöglega substansa. Nei. En hvað finnst þér eiginlega, veist? Sko, ég hef ekki sem sagt, ég er ekki að móti neinum efnum sem lengi þú ert ekki að skaða neina kringu því. Já. Þú veist, sem lengi að þú sért ekki sjálfum til skaða og annara, þá er alltaf mínum augum. En síðan er bara, þú veist, áfengi getur verið fíkn eins og með allt annað. Já, það er sagt að vera Þú veist, það er allt undirleikjandi. Já. Það er sagt sko að áfengi kemur á marka í dag þá er það myndi ekki leyfa það er svo. Ég trú því alveg, sko, Já. því, þú veist, mér finnst alltaf leið með rauðvinsglas og eitt bjór. Já. En þú veist, ég fer ekkert meira það. Þú veist, það fer bara illa í mig. En þú veist, hversu heldur þú langt hversu svona þungur eða stór maður geti orðið án þess að nota einhver efni? Þú getur orðin stór og mögulega getur, sko. Já, Það er bara fer eftir gerunum þínum. Þú veist, þú ert bara að leggja inn vinnuna og borða. Ég hef aldrei skilið þetta, hvað gera sterar eiginlega? Eða, þú veist, Sko, stera basically mynda bara meiri ATP og bara, þú veist eins og tekur testosterón, var meira testosterón. Síðan, þú veist, ég kann ekki alveg á þetta allt, sko. En síðan eru bara ákveðin efni sem gera ákveðina hluti. Þú veist, hækka estrógenlevelið þín og þú veist hvað annað. Já, ok. Þetta var áhugavert. Hlema þess að engan aðeins Þetta var þetta fyrir mér næsta spurningu. Já. Hérna, nei, þetta er áhugavert. Kannski fyrir suma, ekki mig. Nei, ég er að tjóka. Sterar, ég hef engan á því. En hérna, hvenær ætlarðu í bodybuild, ertu ekki að gera það? Ég segi að það er alveg flokkur. Já, ok. Sko, bodybuilding, ég er alltaf í men's fysík eins og ég segi. Síðan er classic fysík sem er svona, svo ég útskýri fyrir ykkur, ef að men's fysík þá ert í svona basically sundskilu sem er svona cirka hingað. Já. Ok. Og þú veist þá basically þá átt eða að líta vel út á þess að vera að flexa þig eitthvað mikið. Þú ert bara lukkið og þú ert að bera þig þannig fram og svona. En bodybuilding það er svona gestringagæðinir Já. huge motherfuckerinn. Já, það sem er alveg bara Þarf maður að vera eitthvað x þungur þá? Þá er nefnilega mál ekki að ég segi 100% viss á því, en þá er vigtun sem hún þarft og mátt vera ákveðið þungu fyrir ákveðna þyngd. En síðan eru flokkar eins og 212 sem mátt bara vera 212 pund saman hversu háið sem verð. Þá eru allir jafn þungir. Já.
og það einmitt vinsælt hjá mjög lágvöxnum keppendum sem eru það stórir, sem eru kannski of litli til þess að vera í open bodybuilding af því þau myndu bara hinn eru svo tölvöld hærri en þeir myndu bara lúkka miklu stærri þannig það svolítið svona hver og einn flokkur en ég held ég fari, svo ég sværi spurningur þinn þá held ég fari aldrei í bodybuilding. Akkurru? Bara, ég hef ekki gaman að því þú veist, mér finnst mjög gaman að fylgjast með því og allt svona og bara þvílík vinna sem fer í það og bara dáist á fólki sem gerir þetta en mér finnst það ekki alveg að minn botlið sko. Með stigagjöfina, er þetta ekki allt eins? Jú, þetta er allt eins sko. Og allir sömu, er þetta ekki alveg sama tíma og fitness? Jú, náttúrulega bara ekki sama tíma og sviði. Já, þetta er allt sama fólki, skilur þú veist, kringum þetta. Hvað er þetta pæla að fara í þetta? Nei, þetta er ekki minn staði, sko, ekki séns. Nei, ok. Þetta er, þá var ég, sko, þá var ég með eitthvað svona, eitthvað surgery og svona, það var eitthvað svolítið bodybuilding Já, áfram bara, þú mátt að tala ég er ekki með mindset ég þetta sko ekki dóli sko, ekki gen heldur sko. Nei, flott, ok. Þú sjá pabbi minn, nei Nei, ég var að dissa það nefnum, sorry Já, áfram Hvernig er að vera svona fucking huge handsome hunk of man? Það sé ekki bara gott það er skemmtilega gaman að lífinu. Já, ok Hvernig dílar þú við fólk sem skilur ekki lífstílinn, bodybuilding eða gera lítið úr honum? Sko, ef ég er face to face og reynir kannski bara útskýra fyrir þeim bara rólega víst, hver og einn hefur sinn áhuga en það þýðir ekki að þú þurfa að tjá þig það þú veist, ef þú ætlar að heita veist, ok, gera það bara með sjálfur og vinniðinum en ekki vera það, þú veist, með leiðandi við aðra fólk af því þeim finnst það gaman og það kannski hjálpar þeim eins og ég sagði það á það, þú veist, ég byrjaði á þessu og það ég þurfti bara andlega stuðning og þetta var eina sem gæti hjálpa mér en eins og hvernig ég díla við það þá er bara það að hunsa það sko og veist, bara svarandi þessu bara glöðu geði sko. En er eitthvað mikið fólk að spá í þetta? Svona... Já, sérstaklega í Ísland og minni stöðum á landinu þú veist, það voru þetta voða kjánlegt manni þú veist, ég var alltaf labbað með matþallana mín og allir lógu sko. Hvað meina matar? Matadalla bara, ég var bara með mat í tösku bara hvert sem ég fór bara nesti eða ekki? Jú, bara þú veist, fiskur og kjúklingur það er ekkert óvenilegt þetta er bara ægin það finnst öllum þetta að vera svo mikil öfgar og kjánlegt við það en þau skilja ekki að myndi aldrei geta kannski ástæðan okkur að gera það bara, ekki bara öfund þá ég myndi halda það margir myndi segja það margir myndi kannski ekki segja það en þú veist, ég ætla ekki að vera svo sem dæmir það þú veist, þau með alveg gera það sem þau vilja ég ætla ekki að vera að tröfla með það því ég ætla ekki að fara mínum tíma ég að fókusa á eitthvað slæmt hjá þeim af því það mun gera daginn minn verri ef ykkur segir eitthvað ég lendi ákveðin andvingum daginn sem ég ætla ekki að tala beint en þá voru einmitt verið að gera svona grín ég ákveð bara það að heyra í þeim öllum og bara konfrontað það og þú veist, það var bara búið þú veist, það var ekkert ítleðindi þú veist, bara ég ætla ekki að vera eða minni orku mín orka er nógu mikilvæg fyrir mig og mína nánustu ég ætla ekki að vera heiðin í neikvæði og þú veist, af hverju fokkarinn Já, ég mitt Já, skilji Hérna Hvernig er gæinn svona nausþykkur? Það er bara mjög mörg ára erfiðri vinnu og mataræði Það er já Hvernig myndir þú segja svona að byrja þér að stækka eða svona bara stækka bara sko ég var alltaf lengi í íþróttum og var alltaf bara stæltur Hvað varstu það mörg kíló að fá? Ekki svona kannski 70-80 svo ég man ekki alveg sko en ég var alltaf þar á milli en kannski síðasta tímabilið mitt var ég kannski 80 kíló 82 en þú veist ég hef alltaf verið að æfa bara frá því mann eftir mér sko bara þú veist hvort það hefði verið út að hlaupa eða bara arbeið sko þú veist það var alltaf eitthvað þannig það er bara margra ára að söfnu vinna en ég held ég byrja ekki að taka eftir því ég var að stækka fyrir 2017-18 sko þá fór ég að stækka sem mest Já Sérst í gegnum þetta Hver er besti gym buddy? Besti gym buddy? Já Það er vel rétt Þetta er svo allir að horfa og
Sko ég var náttúrulega félagin sem keppir með mér og hann heiti Sæmi hann er örugglega hendið þessari spurningu sjálfur Og það? Já, ég held að Já, nákvæmlega. Og þú veist hann er að kæra mig alveg áfram síðan er það eins og þjálfari minn sem bara tortímir mér sko. hann bara gera æfingarlega með að viðbjóða og þú veist það er mist ekki og síðan er bara það að fara kannski með góðum vin þú veist það er enginn beint þú veist bara Jim Buddy bara þú veist að líða vel í ræktinni þú veist ég átti þú veist 2 vinn og Egilsstöðum sem bara björguðu mér í síðasta keppnistímabilið Eidís og Maggi og þau voru bæði að keppa líka en þau bara þú veist dróum alltaf áfram þú veist það er það sem Jim Buddy er að styðja við hvern hann og draga hvern hann áfram svo hann getur orðið betri og veist það er bara jákvæða attitútið Já. Þannig, þar hefur það Sæmundur Sæmi Já. Hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Nautastek Nautastek ég elska góða T-bone góða ribba Nautalund Ekki fílei, minjón jú, minnst það mjög góður undir líka ég bara ég borða allt sko Bara allt já Sælkum er okkur nautalund núna Ég var ekki bara í spagetti sko Það var bara giflapóka Já, það var eitthvað Gifla eftir það Hvaða skóla varst í? sko ég var alveg verið í nokkur skólum sko. við náttúrulega byrjaði eins og ég sagði áður við fórum að taka upp það var náttúrulega ólst upp á Þórshöfn var í grunnskóla á Þórshöfn síðan flöyti til Akureyrar og í grunnskólanum þar var í Giljaskóla minni mig ég man ekki alveg var bara 1 ára svo var ég í grunnskólanum á Egilsstöðum svo var ég í menntaskólanum á Egilsstöðum svo var ég fjölbraut á Breiðholti og aftur í menntaskólanum á Egilsstöðum og síðan kom ég núna í Háskóla Íslands kennarsviði Já Kennararsviði? já, sem sagt í kennaraskólanum sjálfum það er þetta allt kent Já þetta er bara allt svona hvernig er að vera svona massari? Já, ég er búin að spyrja þessu það er bara frábært aldrei er betri Já, það er alltaf sagt eitthvað það var talað að ef karakterinn Batman er til svona einhver maður sem var jafn stóra hann gæti ekki skemmt sér ég trúi því alveg Já, ég trúi því mjög vel þekkir eitthvað sem er með svona vandamál sko ég veit hvað sem vildi að vandamál sko hann vildi bara verða svo stór það gæti ekki skemmt sér sko það var að rugglaðast það sem ég nokkuð með heyrt en síðan er það líka bara málið það að vera með nógu mobility að vera nógu liður bara að geta teikt sig aftur það er bara málið Já þessi rísa gauðra geta allir skemmt sér held ég sko þessir heimsmeistarar sko Ég held að þetta er að vera alveg mjög stór Svo stóra byssa það getur ekki það er Bara stoppa hérna Það ætti ykkur að hanna bara svona tæki það er í heimskur, það er til maður það er svona klósett í svona Japan sprautaði það heitir eitthvað sko Já, ég man ekki hvað heitir Það er sniðut Já, þetta var síðast spurningin frá hlustendum En ef við tölum bara svona framtíðin hérna hvað sérðu, hvað er að gerast? Í framtíðinni síðan til við bara að klára námið mitt ég veit ekki hvort ég halda áfram í masterinn sko sérst að verða íþróttafræðingur og þjálfari og mér langar alltaf bara að vinna við það sem ég er að mennta mig við Já Þú veist, ég var að þjálfa 4 stráka fyrir Íslandsmótið snemma í ár í apríl en það var aflýst líka út af COVID og þeir voru allir konið geggja fórum 4 vikur í mót og bara ekki mót þannig að þú veist þá fann ég svolítið svona mikið og þetta er eitthvað sem ég vil gera þú veist ég alveg fann mig mjög mikið í því þannig að þú veist að þjálfa þú veist það verður svona draumurinn Myndirðu vilja að þá enga þjálfari eða svona sem þjálfari í sal svona fólk bæði sko þú veist ég myndi bara það gera sem að mínu skapi kemur sko og mínu geði bara þú veist ég elska að þjálfa þú veist bara eitthvað ég kenna en bara að æfa af því þú veist þetta er ekki bara þú veist að taka hlutin og lyfta þú verður að finna þú veist hvernig hann dregur í og hvar hann stoppar vöðvin Hefur séð marga í ræktinu sem gera æfingu villust bara alltaf horfir á bara já en þú veist frekar kannski ég veist ef ég þekki það kannski hei prófa eitthvað sem ég gera þetta bara svona þú veist í staðin fyrir að dæma á þú veist þá er maður bara við erum allan til að vera betri af hverju ætti ég ekki að reyna að hjálpa þeim þú veist með jákvæða ætti þetta að vera allir betri
Hvort er betra, skemmtilegra, svona þægilegra, þú veist, cardio eða bara, hvað heitir hitt, bara lifta eða, þú veist? Lifta? Já. Ég veit, sko, ég sett alltaf bara Netflix á þegar ég var í kardió, sko. Já, kannski klukkutíma til 2 tíma á dag. Þú veist það bara hlaupa bara eftir bara og... Nei, ég vil bara svona stiga vel, sko. Já, uppáldið þitt, já, ég vissi það, oh my god, nú mér finnst það skemmtilega. Mér finnst það alveg hundleileg maður. Nei. Hvað er hann í 2 klukkutíma á dag? 2? Já, en síðan, þú veist, þú getur samt ekki að hugsa svona, þú veist, mér finnst það ekki skemmtilegt, en ég geru það því, þú veist, ég sé stóru myndina, þú veist, í framtíðinni. Verður það bara hægt að það er í 2 tíma? Já, það er okkur sumi fleiri, en það er kannski svolítið mikið, sko. Við tekum þetta bara svona léttu uppbytum. Ég tek 10 mínútur, sko. Já. En þú veist, hvað gerist þig? Er það ekki bara svona, það er cardio og líka vöðvanir, ekki? Jó, þú veist, þú ert alltaf bara allega hreyfing hana. Og þú veist, hann tekur alveg hamiðin og quadricepsinn sem slærfið hana og þú veist, glútin vendarlega. Já, ég veit hvað það er. Þannig að þú veist, þetta er allt bara allega hreyfing, en þú veist, aðalega er bara til að styrkja hjartað fyrir svona þolíþróttir. Já. Allt þetta er bara komið okkur, þetta var bara mjög góður. Hvað vilt þú koma fram fyrir? Er eitthvað sem þú vill? Nei, bara takk fyrir að fá mig og bara mjög gaman. Já, bara takk fyrir að koma, geggja að fá einhver svona til að útskýra fyrir okkur hvernig þetta virkar. Hvernig þetta virkar? Það er bara, jákvætt viðhorf og að setja sér markmið, ekki? Jú. Og ef þú ætlar út í eina bransa þá þarf það, hvað segir maður? Þú verður að vita að þetta er ekki bara, þetta er ein viki einu alltaf. Þú veist, það gerist ekki alltaf á neinni sekundi. Það vilja allir, það sé bara bim bam búm. Já. En það er alveg margra mánuð að vinna. Svo loksis ertu tilbúin bara, og þú tekur alltaf eftir því, sko. Og þegar þú tekur alltaf eftir hvað gerist það hvernig degi, en þú voru að taka sér mynd fyrir viku og bera það bara saman. Já. Þannig að þú veist, bara hafa aga á hausinu upp, þá gengur allt. Bara eitthvað þessi skóla eða einhverju, er ekki bara líka sagt. Þú veist, bara það að læra, þú veist, þú er með jákvæð attitúd yfir því að læra, þá gengur þið betur. Já, það er mikið rétt. Þannig ef við viljum finna Bjarna á Instagram þá bara setjum það í linkinuna undir. Og já, bara takk hérlega fyrir að horfa og við sjáumst þá í næsta þætti. Takk hérlega, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta og ég segi alltaf það sem segina sig. Þessi þáttur er í boði Bónus. Í Bónus er mikið og gott úrval af vörum á frábæru verði. Starfsmenn hér í Bónus er alltaf tilbúinir til að hjálpa, þannig ekki hika við að spyrja, eins og þessi frábæri starfsmæður hér. Bónus tekur COVID-19 mjög alvarlega og þetta er nóga spritti fyrir alla. Ef eitthvað það gjöf fyrir félagann, þá mælum við með bónuskortinu. Það hentar vel að stoppa í Bónus áður en þú leggur á stað í ferðalagi. Ef þú ert að flýta þér og ert með fár vörur, þá mælum við eindregið með að fara á sjálfsvægslukassana sem er í flestum Bónusbúðum.